Ég heiti Magnús Ver Magnússon, 4 sinnum sterkasti maður heims. Ég fæddur á Egilsstöðum, kemur af Jökuldal og Seyðisfirði. Ég orðinn 52 ára. Íþrótt, já, ég byrjaði sem kraftlyftingamaður en endaði eiginlega sem aflraunamaður. Ég byrjaði að æfa kraftlyftingar vegna þess að þetta var eitthvað svona sem heillaði mig og mér fannst gaman að lyfta og ég var sterkur að upplagi. Svo sá maður þessa kalla í sjónvarpi, Skúla Óskarsson og svo Jón Pál Sigmarsson sem kemur í rauninni fram á sjónarsviði svona rétt á undan mér. Já, yngri árum markmið, ég veit ekki hvort maður var búinn að setja sem einhvern markmið en svona gaman að segja frá því að ég var á samkomuhúsinu á Seyðisfirði. Það var verið að sýna einmitt frá hvort það var Norðurlandamót í kraftlyftingum og það var þegar Jón Páll lyfti og það var Norðurlandametti í resturlyftu og kallaði þessi freygu orð, þetta ekkert mál fyrir Jón Pál. Þá sagði ég við alla, þá var ég byrjaður að lyfta, sagði ég alla, einhvern tímann á ég eftir að gera þetta allt saman. Manni þótti þetta voða fyndið en nokkrum ára síðan fannst þetta ekkert fyndið en fattu þetta stóðst allt saman. Helsta fyrirmyndin myndi ég segja hafi verið Jón Páll. Það var svona, hafði mest áhrif á mig, ég lærði mest af honum. Mataræði skiptir gríðarlegu máli. Þú að fá réttu næringarefnin og í nútíma þjóðfélagi það erfiðara kannski heldur en var. Þess vegna eru til orðið þessi fæðubótarefni og ýmislegt. Þú færð jafnvel úr ræktuðum mat, grænmeti og öðru sem allt vaxa hraðar heldur en eðlilegt er. Það oft á kostnað þess að þú færð ekki alveg öll þau næringarefni eða þau ekki eins miklu magni eins og var áður. Það var bara nóg mikið öllu. Nei, ekki að segja svona. Það var mjög mikið kolvetni. Kolvetni og prótein. Ég alltaf borða mikið fisk, já, sérstaklega kjúkling, kjöt, steikur, hrísgrjón, mjög mikið, kartöflur. Þetta svona megin uppistaðan, þess að segja, að fá orkumikla fæðu. Mér fannst alltaf einn galli við fisk að ég borðaði fisk og þó ég borðaði mikið á hann, þá var ég svangur eftir klukkutímatur. Hann var svo fljótur í gegnum systemið. Ég reyndar var með þannig að ég átti erfitt með að þyngjast. Það var alveg sama hvað ég borðaði mikið. Kreatín og þetta pre-workout og eitthvað, þetta var ekki til fyrir einhverjum árum. En ég notaði prótein og fyrstu finni mín á próteini var að ég fór niður í Sólhöf sem var þá til húsarinn í Þverholti og keypti af þeim stóra dunka og svona stáldúnkar fulla af próteini sem bara prótein og það var ekkert bragð eða neitt. Og svo skellti maður þessi mixerinn ásamt banana og svo til þess að fá bragð það var annarkvort sett Nesquik með eða eitthvað svoleiðis eða hindberjasafi eða eitthvað og mjólk. Ég setti mér yfirleitt þau markmið að ég hugsaði mér eitthvað mót svona fram í tímann og öll mín þjálfun og allt sem var að gera snerist þetta eina mót. Yfirleitt var það, setti ég mér markmið bara fyrir sterkasti maður heims. Öll önnur mót sem ég keppti á eða sýndi eða eitthvað hugsaði ég sem æfingu. Þannig að ég gaf 110% í kannski sterkasti maður heims en var kannski ekkert að gefa nema stundum 90% í hitt. Ég æfði á sín tíma 5 upp í 6 sinnum í viku, frá 2 upp í 4 tíma í einu. Fór svolítið eftir í hvað ég var að gera.
Ég myndi segja að meðaltali kannski voru þetta 3 tímar. Stærsta hindrun myndi ég segja að séu meiðsli. Það að yfirstíga meiðsli og komast aftur upp úr þeim. Meiðsli yfirleitt það sem að stoppar þig eða tefur þig í þínum frama eða að ná þínu besta. Og oft á tíðum reyndar var ég heppinn framan af á ferli mínum. Ég meiddist lítið, það var ekki fyrir ég fór að vera svolítið eldri sem maður fór að meiðast meira. Ég veit ekki, ég hef fengið mörg á ráð kannski gegnum tíðina. Jó, eitt besta ráð sem ég hef fengið var sennilega frá Jóni Páli, sem hann sagðist reyndar hafa eftir sumo-wrestleranum í Japan. Það var sem sagt að sterkir menn fara snemma að sofa og vakna snemma. Þegar ég var fyrst í þessu var ég að vinna sem vélsmiður. Þannig að maður fór náttúrulega í vinnuna á mótana. Fór á æfingu eftir vinnu. Þegar ég eignaðist fyrsta barnið mitt þá fór ég heim. Var heima kannski eftir vinnu í klukkutíma svona, lék aðeins við barnið og fór svo á æfingu. En svona megin aðstæða þá lifði maður og hrærðist í þessu og þetta tók mikið til af tímanum, en það reyndi að vera með fjölskyldunni líka. Seinna náði ég að verða í fjöldamörg ár atvinnumaður í íþróttunum og með hjálp góðra sponsora fyrirtækja og verðlaunafés og annarra hluta, þá gat maður það og tel ég það alltaf hafa verið svona forréttindi að hafa getað það. Hinn fullkomni íþróttamaður það eru margir, það alltaf sagt að sumir hafi kannski meira talent en aðrir, en hinn fullkomni íþróttamaður sá sem tilbúinn að leggja á sig alla vinnuna sem þarf og leggja á sig 110%. Hann uppsker eftir því. Ég hef þá trú að það geti allir náð sínu besta. Sumir kannski hafa meira talent í eitthvað, en ég held að það sé hægt að ná öllu með þrotlausri vinnu. Takk alveg fyrir þetta.